Ok, nú er ég búin að sitja hérna í korter og reyna að taka þessum soft skin effekt sem er alltaf á fésna mér. Nei, ég er ekki með svona sletta húð, augljóslega. Ég er eins og einhver svona gangandi asísk húðvöruauglýsing. En allavega, ég ætla að segja ykkur frá uppáhaldsvörunum mínum í október. Þetta eru alls konar vörur. Ég var búin að taka til svona 40 stykki en ég ákvað að fækka þeim niður í svona 20 og eitthvað. Svo ætla ég bara að taka fram fyrir neðan hvaða vörur eru fengnar að gjöf og hvað ég keypti sjálf. Af því að sumum er drullu sama og öðrum er alls ekki drullu sama. Þannig að já, þetta verður bara allt á hreinu og við skulum bara byrja. Við skulum bara byrja á highlighter mánaðarins og það var Makeup Store Velvet Beam í Kashmir úr Shade línunni. Þennan hafið séð hjá mér á Snappinu og Instagram og út allt. Þetta er ekki eitthvað svona mega highlighter, heldur bara passlegur ljómi og svo náttúrulega skemma umbúðirnar ekki fyrir. Þetta er náttúrulega bara eitthvað fáránlega cool. Svo kemur hann í svona boxi. Þetta er Shade and Light Eye palettan frá Kat Von D sem að ég eignaðist fyrir nokkrum vikum síðan og hef notað næstu því á hverjum degi síðan. Þetta eru bara allt svona frekar neutral litir, svona rauðtóna, kaldir og heitir, brúnir tónar og svona grálitir. Og þetta er sérst allt mattir litir sem ég nota þá með annarkvort eitthvað svona simmeruðum litum eða bara eina og sér. Og ég nota til dæmis þennan til að skyggja undir kinnbein og svo framvegis. Ótrúlega basic og góð paletta. Þetta er Skin Iceland Pure Pore Minimizer og þetta er uppáhalds primeri minn þessa dagana. Hann inniheldur ekki sílikon og sílikon gerir það ofta verkum að húðhúðurnar stíflast og maður fær bólur. Þannig að þessi er rosalega góður að því leytinu til. Sérstaklega fyrir svona unglinga eins og mig. Ég er náttúrulega búin að prófa næstum alla primeri undir sólinni en þessi er minn uppáhalds. Þetta hef ég bæði notað eins og primer og highlighter og þessi hef ég blandað út í make og bara já, alls konar. Þetta er sérst Sleek Bare Kissed Illuminator. Þetta er bara svona fljótandi highlighter og ég dúbba honum á með puttunum, setja hann á með beauty blender. Eins og ég segi, blanda hann út í makeið mitt, set bara eina pumpu út í makeið. Frekar kaldur litur. Veit ekki hvort þið sjá þetta. Alveg mega fallegur. Mæli með honum. Þið kannist örugglega við eitthvað sem við verum úr hérna á haul-vídeónu mínu síðan ég kom heim frá Barcelona. En þetta er einmitt farðinn sem ég keypti þá og er búin að nota stanslaust síðan. Þetta er MAC Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation og þetta er uppáhaldsfarðið minn í augnablikinu. Hann þekur rosa vel í meðan á mig núna. Ekkert að marka út af þessum baby skin filter. En hann þekur rosa vel allan roðan minn og helst bara pikkfastur allan daginn. Mæli hiklaust með honum og hægt að nota sem hyljara líka, en frábær undir augun. Ég ætla að segja ykkur frá nokkrum burstum núna. Ég var að nota þennan, þess vegna er hann skítugur að sjálfsögðu. Af því þetta er uppáhaldsbursti þá var ég að nota hann. Af hverju ætti hann að vera hreinn? Þetta er Foundation Medium 402 frá Makeup Store og hann er með svona hauskúpu á endanum af því að hann kom í Shade línunni sem ég fekk að prófa. Hann er super cool. Þessi ætti í rauninni bara að vera upp á hillu en ég bara varð að prófa hann og svo var bara ekki aftur snúið. Þetta er rosa góður farðabursti. Ég hef ekki notað farðabursta í svolítinn tíma núna og sérstaklega ekki svona flata. En ég er mjög hrifin á honum, hann gefur einhvern veginn svona flawless áferð. Pro Contour burstinn frá Crown Brush. Hann er algjör snillt, þetta er bara svona flatur bursti og svona mjór, passa bara akkurat hér. Og ég stimpla honum yfirleitt svona af því að ég er með svo mikið roða í húðinu og húðin mín er svo viðkvæm. Ef ég gerir svona þá verður bara rauð. En ég stimpla honum svona og dreg litinn upp og niður. Hann er frábær, mæli með honum. Svo er þetta líka fínt hérna bara á og sjálfsagt þetta skyggja nefið líka með honum. Ég skyggja á mig nefið og sjaldan. En allavega flottur bursti. Þennan kannast margir við. Þetta er M601 frá Morphe. Algjör snillt í highlighter. Ég notaði hann mikið í Makeup Store highlighterinn. Ég nota bæði í highlighter og svo líka til þess að dusta til dæmis eða dettur augnskuggi undir augun. Þá nær maður honum einhvern veginn af án þess að nudda honum í húðina sem er mjög gott. Næst er það Morphe E23.
Þetta er bara þessi klassíski blöndunarbursti, bara svona medium stærð, kannski frekar í svona stærra lagi, ótrúlega þægilegur og svona frekar stinnur en samt mjúkur. Og já, ég er búin að vinna mjög mikið með þennan upp á síðkastið. Svo er annar kránbursti, þessi heitir BK38 eða Round Crease. Mjög hentugur til þess að fara með hérna í glóbuslínuna, til þess að bara staðsetja litinn þar. Og svo notaði ég oft þennan síðan til þess að dreifa úr honum eftir á. Þannig að þetta hérna er mjög góð tvenna. Þessi tveir og svo einn flatur bursti, þá væri bara nóg í hvaða augnförðun sem er að mínum mati. Í augabrúnnar hef ég verið að nota tvennt í mánuðinum. Dip Brow Pomade frá Anastasia Beverly Hills í litnum Ash Brown. Ekki, nei. Þetta er bara eins og nafnið segir til svona ösku brúnlitur, svona grátóna brún. Af því ég er búin að vera með frekar svona kalt hár, þá finnst mér hann mjög fínn. Hann er kannski frekar dökkur en stundum vil ég vera með dökkar augabrúnir. Ég er með hann í dag til dæmis. Svo svona on the go hef ég verið að fíla, hvað heitir þetta aftur? Mér minnir þetta heitir Brow Stylist, ég bara nenni ekki að tékka á því. En þetta er frá Sleek og hann er með svona greiðu á endanum þannig að maður getur greitt í gegnum brúnirnar og hinum megin er hann með svona skrúfblýanti sem er svona svolítið funky í laginu, svona þríhyrningslaga einhvern veginn. Get ekki útskýrt, en allavega hann er mjög góður bara til að renna í gegnum brúnirnar, fara með greiðin á milli, þú veist. Ótrúlega gott svona í flýti. Og liturinn sem ég er með hér heitir Medium. Þetta er fínn svona blondínu litur, allavega fyrir mig. Þetta er næturkremið sem ég hef verið að nota í október. Þetta er Skin Iceland Oxygen Infusion Night Cream og þetta er sérstaklega hannað fyrir svona húð eins og mína, svona blandaða held ég. Allavega hentar það mér mjög vel. Ég er náttúrulega berjast við bólur og olíukennda húð og mér finnst Skin Iceland vörurnar vera að virka svo vel á mig. Þannig að ég mæli með því að fólk kíkja á þær. Það er til alls konar vörur sem henta alls konar húðtípum. En þetta er svona mitt krem. Svo líka svo góð lykt af öllum sem vörum. Þetta kælir svolítið húðina mína því hún er svolítið svona pirruð oft. Annað rakakrem sem ég hef verið að fíla er First Aid Beauty Oil Free Mattifying Gel. Og þetta er rosa gott undir farða. Af því ég er með olíukennda húð að þá verð ég stundum svolítið glansandi í gegnum farðan. En þetta kemur eiginlega bara alveg í veg fyrir það. Og þannig að þetta tvennt er að halda mér alveg mattri undir farðanum og halda húðinni bara einhvern veginn svona flawless. Þannig að þessir eru bestu vinir mínir þegar ég ætla að vera með farða í svolítinn tíma. Ég er að nota alls konar rakakrem þessa dagana. Þetta er kannski full svona létt fyrir mig dagsdaglega af því ég er aðeins farin að þorna í húðinni núna. En ef ég ætla að vera með farða, þá er þetta hiklaust það sem ég teygi mig í. Þetta brúnkukrem, ég sagði ykkur frá því í haul-vídeóinu. Þetta er Vita Liberata Luxury Tan. Phenomenal Light as Air, eitthvað, bla. 2 to 3 week tan mousse í dark og þetta er uppáhaldsbrúnkukremið mitt. Það er rosalega létt lykt af því, eiginlega engin. Hún er allavega ekki svona pirrandi einhvern veginn eins og getur oft verið á brúnkukremi. Og liturinn er fullkominn fyrir mína húð. Af því ég er með svo hvíta húð að þá sést alltaf undirtónninn í öllum brúnkukremunum svo vel á mér. Ég verð gul, ég verð græn. En þessi er einhvern veginn svona bara mjög hlutlaus. Af því líka ég er svona hvít, þá finnst mér betra að taka dekkri brúnkukrem. Af því annars sjást þau eiginlega bara ekki neitt á mér. Stundum vil ég vera mega ljós, stundum vil ég vera smá brún og þá nota ég þetta. Mér líður svolítið eins og ég sé 5 ára þegar ég tala þessa sturtusápu en þetta er sturtusápa sem ég keypti í Hagkaup frá merki sem heitir I Love ... Pink Marshmallow heitir lyktin og ég er sucker fyrir öllu sem lyktar eins og nammibúð. Þetta er besta lykt sem ég hef fundið á ævinni og ég skammast mín ekki fyrir að segja það. Og já, freyðið vel, þetta er bara sturtusápa en lyktin er bara svo góð. Þannig að ef þið eru búin að taka eftir tattooinu mínu, þá er alveg útskýring fyrir því. Ég krótaði þetta á mig í gærkvöldi og ég er ekki búin bara í sturtu síðan. Þið getið giskað á hvað ég var í gærkvöldi.
á Halloween. Þið sem vitið ekki, bara ykkar vandamál. Á fésið á mér hef ég verið að nota þetta síðan í ágúst. Þetta er Paula's Choice svona ávaxtasýru vökvi úr Clear línunni. Ég var búin að blogga þessa línu þannig að þið getið kíkt á það, en þetta er uppáhaldið mitt úr línunni af því að þetta er búið að gera kraftaverk fyrir svitahólurnar mínar. Ég nota þetta sem sagt í bómullaskífu og dúmpa yfir andlitið eða með puttunum og svona á verstu svæðin. Mæli með. Þessa olíu fékk ég frá Nola.is í september og lyktin af henni er svakalega góð. Þetta er Herbivore Citrine olían og þetta er svona raggagefandi olíur og ég nota þetta eiginlega eins og ilmvatn. Ég setja þetta handlegginn á mér og svona aðeins hérna. Þetta er bara ótrúlega góð lykt. Fíla hana. Þetta gefur góðan raka. Ég hef bara nokkru sinni búið þetta allan líkamann. Ég setja yfirleitt bara á svona lítil svæði. Ég er eiginlega svolítið að spara þetta. Ég ætla samt að fara að taka hana Heiðdísi Austfjörð til fyrirmyndar og hún talaði um daginn að fólk ætti ekki að spara vörurnar sínar og það er alveg rétt. Akkur erum við alltaf að spara vörurnar okkar? Ég ætla að fara að nota meira. Ég ætla að fara að skella þessu á rassinn á mér. Ok, bye. Önnur olía sem ég hef verið að elska er Oils of Life, andlitsolían frá Body Shop. Þessi er bara algjör snilld. Ég er svolítið hrædd við að nota olíur, eða ég hef alltaf verið svolítið hrædd við að nota olíur af því að ég er með þannig húð bara. En maður þarf samt svolítið að passa sig á því að svelta húðina sína ekki og hún þarf stundum á olíu að halda þó hún sé allt oframleiða hana. En það getur einmitt verið út af því að hún er svona þyrst. Þetta er ég að nota stundum á kvöldin. Ég er með svolítið mikið þurrk í andlitinu núna. Ég er voða mikið að nota einhver svona bóluvörur og þær geta auðvitað þurrkað eins upp og þá nota ég þetta svona á móti. Þetta er svona rescue olía fyrir mig. Það er misjafnt hvort ég nota hana bara ein og sér eða krem yfir og svo setja hana líka bara oft út í kremið, bara blanda henni út í eins og til dæmis undir farða. Ef ég setja hana á mig að kvöldi þá vakna ég með rosa svona juicy húð. Mæli með að þið kíkið á þessa línu. Jæja, ég þurfti aðeins að hvíla myndavélina en ég átti bara eftir að tala um tvennt. Það eru varalitir mánaðarins. Og það er liturinn Charmed frá LA Splash sem að ég notaði hvað mest held ég. Þetta er sjálfsögðu svona liquid to matte litur eins og ég nota langt mest. Svona mattur gloss og þessi er í svona ljós grá nude lit. Þetta er ekki sá sem ég er með núna, þessi heitir Innocent Vixen. Ég notaði hann líka mjög mikið en þó engan jafn mikið á þennan. Hann er ótrúlega flottur. Síðasta varan sem var í uppáhaldi í október var þessi varalitur hér. Þessi er frá Kat Von D, þetta er Studded Lip Kiss í litnum Pó. Súper mega flottur dökkblár með svona smá svona glimmer áferð einhvern veginn. Sést kannski ekki of vel, en þessi fæst í Sephora því miður ekki á Íslandi. Ég vildi að Kat Von D væri til á Íslandi, þetta er bara að verða uppáhalds snyrtivörumerki mitt held ég. Elska þennan, hann er kannski ekki droslega hefðbundinn, en ég meina, nota ég hefðbundna varaliti? Nei, eiginlega ekki. Sjáðu líka þessar umbúðir. Já, þá held ég að ég sé búin að telja upp, allavega meiri hlutan af því sem að ég notaði mest í október. Svo verður November Favorites örugglega á líka stórt vídeo vegna þess að ég er að prófa svo ótrúlega mikið að dóti núna að það bara er ekki eðlilegt. Ég er farin að gera svona social media plan núna, mjög sniðugt. Ég bara þurfti á því að halda að fara að skipuleggja vídeói mín og Snapchat og Instagram og þetta allt betur. Kannski ekki Instagram, það er svona með. En til þess að geta tekið upp vídeó og skrifa bloggfærslur og svoleiðis þá þarf ég að hafa bara strikt plan af því að ég hef alls konar annað að gera og þetta myndi ekki ganga upp nema ég væri skipulögð. Þannig að núna fara að koma inn 1 til 2 vídeó á viku hingað inn og þetta er loforð. Þannig að ef ég stend ekki við þetta þá megi þið, ég veit ekki, kæra mig eða eitthvað. Ég er mjög spennt fyrir næstu vikum, ég held að það verði svolítið skemmtilegar og ég vona að ykkur finnist það líka. Fylgist með mér á Snapchat, afsakið, ég rópaði, þið heyrðu það. Fylgist með mér á Snapchat og fylgist með mér á Instagram. Ég er á Snapchat alla daga. Instagram, þar detta inn myndir á hverjum degi, annað hvern dag kannski.
og bloggið mitt, ég blogga kannski ekki oft, en þegar ég þarf að blogga, þá blogga ég. Þetta meikaði engan sens. Facebook síðan mín heldur síðan utan þetta allt saman. Þar posta ég linkum á bloggið, á vídeóin og minni á Instagramið og allt það. Þannig að endilega setji bara like við Facebook síðan mína. Það langauðveldast og þar líka setji stundum bara inn myndir og umfjallanir, bara beint á síðuna. Nú ég búin að tala svolítið mikið ekki neitt, þannig að ég ætla bara að halda kjafti. Við sjáumst í næsta vídeói. Bye!